Góðan dag og verið velkomin í oddvitakappræður í Reykjanesbæ, hér hjá Morgunblaðinu og mbl.is. Ég heiti Andrés Magnússon og ég ásamt Stefán Einari Stefánsinni. Við munum reyna að stýra þessu eins og best við getum, en ég held að það sé ekki eftir neina að bíða. Nei, við erum hér með 5 frambjóðendur frá 5 stjórnmálaflokkum. Hér lengst til hægri við okkur er Arnar Páll Guðmundsson fyrir Viðreisn. Guðný Birna Guðmundsdóttir er þar við hlið hans fyrir hönd Samfylkingar. Vilhjálmur Árnason frá Sjálfstæðisflokki. Rúnar Fossádal Árnason frá Miðflokki er hér á vinstri hönd. Hann skipar annað sætið á lista Miðflokksins. Og svo lengst hér til vinstri frá okkur er Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir fyrir Framsóknarflokkinn. Velkomin að sömul. Takk. En það er þá kannski spurning hvort að þið viljið ekki gera grein fyrir ykkur við áhorfendur. Kannski að við byrjum bara hér að fyrir sömu röð. Já, ég heiti Arnar Páll Guðmundsson og ég er leiðilista Viðreisnar í Reykjanesbæ eins og komið hefur fram. Ég er 38 ára borinn og barnfæddur í Reykjanesbæ og við erum að bjóða fram í fyrsta skipti, mjög öflugan á flottan lista. Það sem við leggjum áherslu á í komandi kosningum er velferðarmálin. Við þurfum að taka betur utan um börnin okkar og fjölskyldur með börn með sérþarfir. Við þurfum að skoða hvernig við fjölgum atvinnutækifærunum í Reykjanesbæ af því við erum með frekar einsleitan atvinnumarkað, þannig við þurfum að fjölga körfunum fyrir eggin. Við þurfum líka að skoða framtíðarskipulag til framtíðar af því við erum búin að vera í örum vexti og við þurfum að taka vel á móti þeim einstaklingum sem vilja koma til okkar og síðast en ekki síst þá þurfum við líka að taka vel utan um okkar heldri borgara af því að það eru einstaklingarnir sem eru búin að byggja upp þetta frábæra samfélag og við þurfum að hlúa vel af þeim hópi til framtíðar. Guðný Birna. Já, sæl öll. Ég heiti Guðný Birna og er oddviti Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ. Ég er 44 ára Reykjanesbæingur, búin að búa hálfa ævina í Keflavík og hálfa í Njarðvík, þannig ég er svona mitt á milli. Við í Samfylkingunni ætlum að fara okkur fram með að létta íbúum okkur daglega lífið og mun ég fara nánar yfir það síðar. Svona að mér, þá er ég í grunninn menntaður hjúkrunarfræðingur, vann við það mjög lengi, lengst af sem deildarstjóri bráðamóttöku á HSS í Reykjanesbæ og er með menntun í opinberri stjórnsýslu og með MBA-gráðu. Vilhjálmur. Já, Vilhjálmur Árnason heiti ég og ég var valinn í prófkjöri til þess að leiðtogaprófkjöri til þess að leiða lista Sjálfstæðisflokksins sem er listi öflugs fólks sem að vill setja skýran valkost á dagskrá þannig að fólk í Reykjanesbæ, íbúar Reykjanesbæjar geta valið það að breyta kúrs í til dæmis skipulagsmálum, hætta í blokkastefnu og fara yfir í sérbýli. Við viljum taka vel á velferðarmálunum þessari grunnþjónustu sem að bæjarbúar kalla svo mikið eftir eins og grunn- og leikskólamálum, íþróttamálum, málefni eldri borgara og barna með sérþarfir, svo dæmi séu tekin. Þannig að það er bjart í tíman framundan í Reykjanesbæ. Rúnar, gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl. Rúnar Fossádal Árnason heiti ég, 56 ára rannsóknarlögreglumaður í Keflavík, Reykjanesbæ og starfa þar og hef búið í Reykjanesbæ síðan 1990, uppalinn og fæddur í Grindavík. Og náði mér í konu í Reykjanesbæ og þær ráða öllu og taka okkur heim til sín. Og ég er fyrir Miðflokkinn, skipa annarsætið og við komum að krafti í þessar kosningar. Við Miðflokksmenn, við viljum að setja fjölskyldu og menntamál í algjöra forgang. Við viljum að öfluga íþrótta- og menningarstarfsemi. Við ætlum að banna öll búsetuúrræði fyrir hælisleitendur í bænum. Nú komum við fyrir það. Við viljum efla atvinnulíf og nýsköpun í Reykjanesbæ. Setjum atvinnumálin nótin, með hverju bæjarfélagi þarf sterkt atvinnulíf. Við ætlum að taka rekstrarmálin í gegn og það þarf að reka sveitarfélagið með skilvirkum og góðum hætti eins og góð fyrirtæki eru rekin. Og við viljum fjölbreytta byggð, fjölga sérbílum og svo viljum við tryggja eldri borgurum áhyggjulaust ævikvöld. Halldóra Fríða. Já, ég heiti Halldóra Fríða og ég er verkefnastjóri í íslensku sem öðru tungumáli á skrifstofu menntasviðs Reykjanesbæjar. Ég er kennari að mennt og er með sérþekkingu í kennslu blindra og sjónskertra. Ég er gift og 3 börn og hef búið mjög lengi í Reykjanesbæ. En svona helstu málefni okkar í Framsóknar fyrir utan það að halda áfram að vera hér með ábyrga fjármálastjórn og standa vörð hagsmuni sveitarfélagsins er að styðja ennþá betur við fjölskyldur og koma til móts við efnahagsástandið og lækka greiðslur barnafjölskyldna 20.000. Við ætlum að efla þjónustu líka við eldra fólk og fara í skipulagsbreytingar til að styrkja þjónustun okkar og ferla.
og setja upp hvata til að koma út einbýlishúsalóðum sem ekki hefur verið byggt á. Af því að það okkur mjög mikilvægt. Við ætlum að hraða uppbyggingu í mannvirkjum eins og kostur og við ætlum líka að koma af alvöru skikki á lóðamáli eitt skipti fyrir öll í okkar sveitafélagi sem eins og villta vestrið. En það eru svona skynsum og mikilvæg mál og þegar allt kemur til alls þá vilja íbúar bara að samfélagið okkar virki og það það sem við í Framsókn ætlum að gera fyrir íbúar Reykjanesbæjar. Halldóra, þú færð ekki mikinn frið frá okkur vegna þess að nú ætlum við að leggja fyrir ykkur 3 hraðaspurningar hvert og eitt þar sem við biðjum ykkur að svara já eða nei og það leiður okkur síðan inn í umræðuna áfram hér síðar í þættinum. Þannig að fyrsta spurningin er þessi, hefur bærinn stækkað og hratt að þínu mati? Bara já eða nei? Já. Og ætlið þið að lækka álögur á íbúa? Eins og hægt er. Þriðja spurningin, á að leggja niður Kategó að þínu mati? Það alveg möguleiki. Þá spurðum við þig, Rúnar, hefur bærinn stækkað og hratt? Já. Ætlað þú að lækka álögur á íbúana? Já. Og telur þú að leggja í niður Kategó? Já. Vilhjálmur, hefur bærinn stækkað og hratt? Já, klárlega. Hvað með álögurnar? Ætlið að lækka það? Það þarf að lækka verulega. En á að leggja niður Kategó? Já, í núverandi mynd. Guðný, hefur bærinn stækkað og hratt að ykkar mati? Já. Og ætlað þú að lækka álögur á íbúa? Já. En með Kategó, á að leggja það niður? Kategó ekki að fjármálaráðuneytinu þannig að við höfum ekkert það að segja. Arnar, hefur bærinn stækkað og hratt? Já. Og ætlið þið að lækka álögur á íbúa? Að sjálfsög til langstíma en við þurfum að skoða til skamstíma. En með Kategó, telur þú að starfsemi þess eigi rétt á sér en á svæðinu? Með þau umsvif og lóðir sem í eigu ríkisins, sérstaklega Ásbúð, þá tel ég að tilvist Kategó sé réttlætlega að svo stöddu máli. Hér eru skýrar línur, tel ég. Harla, meiri samstæðin bjóstu við? Já, hópunum, talsveit samstæður. Við ætlum að fara betur yfir það hér eftir örstutt auglýsingahlé. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Þú færð alvöru verkfæri hjá verkfærasölunni. Reykjavík, Kópavogi, Akureyri og Reykjanesbæ. Verkfærasalan. Þú færð saltvatspottana frá Master Spas hjá Ofnasmiðju Reykjavíkur, Vagnhöfða 11. Þá erum við komin ykkar aftur og við ætlum að vinda okkur í svona þessa stærri umræðu. Eins og framkom, það allir sammála það að bærinn hafi stækkað og hratt. Og ég held að það sé erfitt að finna aðra eins fólksfjölgun á byggðu bóli hér á Íslandi, bara nokkru sinni. En þetta líka flókið, það ekki bara það að bæjarbúum hafi fjölgað mikið, þetta mikið til fólk af erlendubergi brotið. Það hefur haft í för með sér annars konar verkefni heldur en kannski menn voru vanir. Og ég held að það láti nærri lagi að þetta séu 35% pluss útlendingar. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur, hafi bærinn stækkað og hratt? Hvernig viljið þið ná utan það og án þess að fjármálinn fari öll í steik? Þið hafi nú reynslu af því hér forðum tíð og hefur orðið mjög ágengt á að laga það allt. En Halldóra, þú vildi kannski byrja að lýsa þinni sín á það? Já, það alveg rétt. Okkur hefur fjölgað rosalega hratt og frá 2014 þá það 64% og ég held að það bara sé ekkert annað sveitafélag sem hefur vaxið eins hratt og Reykjanesbær hefur gert. Síðan þá og í gegnum fjárhagserfileika sem við unnum okkur úr og erum fyrirmynd fyrir önnur sveitafélag að vinna okkur út úr erfiðum svona aðstæðum, að þá tók við uppbygging innviða fyrir allt þetta fólk sem kom, af því að þeir voru ekki til staðar. Og við höfum byggt fyrir 23 milljarða frá 2014 og það höfum við framkvæmt fyrir eigið fé 74%, þannig að við höfum einungis tekið 6 milljarða láni og nú erum við komin fyrir vind, við finnum það, við erum farin að geta tekið 18 mánaða börn til dæmis inn í leikskóla og þannig að við verðum bara að passa að missa ekki sjónar af verkefninu. Af því að nú búið að skipuleggja hverfi þar sem er á landi sem við ekki eigum
og við þurfum að tryggja það að innviðir haldi í við íbúafjölgun. Þið erum ótrúlega fjölda af leikskólum nú þegar, ætlið að byggja fleiri? Við þurfum að gera það, við þurfum að fara að horfa til framtíðar varðandi þau mál á næsta áratugi eða svo. Við erum með 12 leikskóla og 7 grunnskóla og það er ekki vanþörf á. Já, Arnar Páll, við förum hér alveg á hinn endan. Hvernig horfir þetta við ykkur? Náttúrulega bærin hefur náttúrulega vaxið alveg rosalega hratt eins og hefur verið komið inn á hérna með 64% fólksfjölgun frá 2014. Þetta er farið að hafa áhrif á innviðin okkar. Við finnum það sérstaklega þegar kemur að leikskólamálum. Okkur langar svolítið að taka utan þennan málaflokk af því að eins og núna er verið að tala 18 mánuði inn á leikskóla sem er bara mjög gott og við erum búin að vinna okkur þarna niður. Við viljum koma á fót ákveðnu leikskólaráði innan menntasviðs af því að við sjáum það bara þegar við erum að skoða bæði fundagerðir og þess að það er innan menntasviðs að við þurfum aðeins meira vægi þarna í þennan málaflokk. Að því að gleymum því ekki að við komum inn á útlendingamálin áðan eða fólk af erlendum uppruna. Þarna er tengslamyndun líka sem við þurfum svolítið að skoða og við verðum eins og staðan er núna, ef við hugsum bara til næstu 10 ára, þá er búist við 15% fólksfjölgun í Reykjanesbæ, þannig við verðum alltaf með leikskólamálin ofarlega, við erum alltaf að byggja undir af því að þetta er bara sá hópur sem má minnst við ákveðnu óvissu, svo mátt okkur því líka. Þannig að við erum bara algjörlega, viljum taka utan þennan málaflokk til framtíðar og gera það vel, þannig að fólk sjáu að það sé gott að búa í Reykjanesbæ og við tökum vel á móti því líka. En þetta er vandi, við sjáum það að Reykjavíkurborg er búin að vera að fást við þetta áratugi saman og alltaf með það efst í forgangsröðinni en gengur nú bara svona. Við þekkjum það allt land, það gengur mjög erfilega að manna þessar stöður og svo framvegis. Er það ekkert vandamál í Reykjanes? Sko, við þurfum líka að skoða náttúrulega fólksfjölgun í okkur, ég held að sé ekkert sveitafélag sem er búið að fjölga eins ört og við. En málið með til dæmis mönnun á leikskólum, við sjáum það í samtali við leikskólakennara innan stjórnsýslunar, að þegar faglærðum leikskólakennurum fjölgar þá minnkar starfsmannaveltan og sama tíma líka þá minnkar skammtíma fjarvistir. Þannig að við þurfum að byggja undir með góðum aðstæðum á leikskólum okkar og tala upp sveitafélagi líka. Það skiptur allt saman máli til framtíðar. Rúnar, þið rekið samkvæmlega harðlínustefnu varðandi flóttamannamálin sem hafa sett svip sinn á bæjarfélagi hjá ykkur, en það er aðeins lítill hluti af viðfangsefninu sem varðar fólksfjölgunina og þau áhrif sem að erlendir ríkisborgarar eru að hafa á umhverfið. Hvernig ætlið þið að vinna úr þessu heildstætt? Sko, flóttamannamál og útlendingamál er ekki það sama. Flóttamenn eru fólk sem er að koma að flótta og síðan eru útlendingarnir sem eru að koma að vinna og taka þátt í þessari miklu uppbyggingu sem hefur verið. Þannig að þetta helst allt í hendur. Þetta byrjar nú líka með því að Ásbrú kemur inn í heilu svæði eftir að ameríski herinn yfirgefur NATO-svæðið og þá fáum við þennan fjöldan allan á íbúðum, þar sem innviðirnir eru ekki tilbúnir og þar hefst gríðarlega mikil uppbygging og það krafðist mikils vinnuafls. Þannig að það hefst innflutningur á atvinnufólki sem er hluti á þessari uppbyggingu. Og á sama tíma þá hefst í Reykjanesbæ miklar íbúðaframkvæmdir á frekar ódýrum íbúðum með höfuðborgarsvæðið sem gera það að verkum að það er mikið af fólki sem flytur úr höfuðborgarsvæðinu til Reykjanesbæjar sem leiðir það síðan af sér að innviðauppbyggingin verður raunverulega alltaf eftir á. Þannig að það er búið að vera gríðarlega mikil innviðauppbygging og á sama tíma þá er Ásbrúarsvæði verið að byggjast upp með ákveðnum hætti sem hefur skilað raunverulega kannski lægri útvarpstekjum heldur en gengur gerist í öðrum hverfum í Reykjanesbæ sem er meðal annars með að gera með, þar eru hælisleitendur og mikið búa þar sem gerir það að verkum að við erum stanslaust að elta skotti á okkur í innviðauppbyggingunni og við horfum svo þannig á að það þarf að hægja á þessu miklu byggingu fjölbýlishúsa og vera svona með vöxt kannski svona 3% á ári. Svona sem reiknast okkur til. Svo að samaskapi að þá er mikið innviða álag á öllum kerfunum í Reykjanesbæ út af hælisleitendum. Þetta er raunverulega ríkið sem á forspökkurna af því að við tökum á móti þessum hælisleitendum sem koma svo til bæjarins og þar leiðandi verður meiri álag á heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og meira álag á leikskólakerfinu og öðru slíku. Þannig að þetta fylgist allt að. Þannig að við ætlum að byrja að þrengja að hælisleitendum að koma til landsins og í okkar bæ.
Gunni Birna, lítið þið þetta sömu augum? Sko, við höfum fengist við alls konar áskoranir og ekki gleyma því að við höfum fundið fyrir eins og nágrannar okkar í Grindavík fyrir náttúruhamförum. Við tókum á móti 1100 grindvíkingum, þar af 54 leikskólabörnum. Það líka álag á innviði en við leystum það. Við höfum líka á kjörtímabilinu byggt ný 301 leikskólapláss. Reyndar útlutuðum bara 210 út af því að ein af okkar byggingum var bara fyrir skemmtum, þannig að við þurftum að leysa það líka. Þannig að við erum úrræðagóð upp til hópa. Við höfum fengist á við alls konar áskoranir og tekist það vel. Ég tek alveg undir það að það voru ekkit allir ánægðir og fundu sterklega fyrir því þegar við vorum með 1300 manns umfram samninga sem Vinnumálastofnun sett í sveitarfélagið án samráðs við okkur. Við fundum öll fyrir því. Í dag þetta 300 manns. Þannig að þann þola á innviðir okkar núna út af hælisleitendum, ég get ekki séð það en auðvitað er þetta fólk í okkar sveitarfélagi en þetta ekki í samning við Reykjanesbæ né á okkar vegum. Fylgja þessi einhverjar félagslegar áskoranir líka? Já, að sjálfsögðu. Og við hefum líka fundið fyrir því bara hversu margir hafa flust til okkar. Nú hefur fasteigna verið að hækka hér í höfuðborginni og þá leitar fólk til okkar og hefur gert það undanfarin ár. En það sem við hefum líka gert er að við settum á byggingaréttar og innviðagjöld einmitt til að reyna að stemma stigu við þessa rosalega fólksfjölgun sem við hefum fundið fyrir ár eftir ár eftir ár. Það er fá sveitarfélög verið með 10% fjölgun íbúa á árlega. Þannig að við gerðum það til þess einmitt að stemma stigu við og fá þannig tekjur í innviðina. En við höfum farið á handahlaupum áfram. Það er alveg rétt. Og hefur það samt einhvern veginn hrokkið til, viltu meina? Hrokkið til? Þessi handahlaup? Að þú segir að þið séu úrræðagóð? Já, við erum það. En við erum líka eins og bara með uppbygging á grunnskólanum okkar tveimur sem að voru hálfónýtir. Við erum að endur uppreisa þá og það er í leiðinni erum við að fjölga plássum þar og við erum líka að hugsa til framtíðar. Þannig að við komum 200 fleiri börnum í þessa tvo grunnskóla, þannig að við erum líka að hugsa til framtíðar. En þetta er búið að vera ofboðslega áskorun að vera í nærgjaldþroti, að vera í þessari miklu fólksfjölgun og þessari miklu uppbyggingu. En talandi ársreikningina, við kannski förum betri við fjármálina eftir. Við erum að skila afgangi á ársreikningnum í ár. Hér er talað um að eins og við séum ekki með góð fjármál, það er bara ekki rétt. Förum við það á eftir, það er alveg sérkapítuli, myndi ég halda. Já. Vilhjálmur, áskoranirnar í varðandi þessa stækkun, hvernig horfir það við ykkur? Hvernig hefur þú haldið öðruvís á málum heldur en núverandi meirihluti? Já, það er einmitt eitt af grunnstefnumálunum okkar sem ég kom inn á áðan, að það er að vera með skýra framtíðarsýn í skipulagsmálum. Hvernig húsnæði viljum við byggja og ef við stýrum þessum í skipulagsmálum að hafa nægt framboð fyrir sérbýlislóðir og draga úr framboðinu fyrir fjölbýlin, að þá hægjum við á vextinum. Þá verður vöxturinn svona sjálfbærari, þannig að innviðirnir nái að stækka með stækkuninni eða endurnýjast í skólunum. Og þannig að það er algjör grunnforsenda í þessu. Er það á móti okkur fólkin í blokkinni? Við Andrés tökum þetta alltaf til okkar báðir á höfuðborgarsvæðinu? Nei, við sjáum það bara skýrt að fólk leitar frekar í sérbýlin og það voru tilbúnir miklir grunninnviðir eins og í götum og veitukerfi og öðru slíku. Þannig að ef er bara byggðar blokkir þar og þá er bara fjölgunin yfir þessi 3% alveg upp í 6-7% ári og það er bara ráðengir innviðir við þetta. Og móti kemur að við erum líka kappkost við að halda fjölskyldufólkinu. Við finnum það alveg að ömmurnar og afar að fann að sjá eftir börnunum sínum með barnabörnin að því að þau að finna sér annars staðar húsnæði hér á suðvesturhorninu sem hentar þeim og komast fyrir inn á leikskóla og annað slíkt. Þannig að við þurfum að hugsa þetta til enda og við erum með mjög góða atvinnuþátttöku á Suðurnesjum með við íbúðasamsetninguna og þannig að það er fólk sem að 80% leitinu til vill búa í sérbýli. Þannig að við eigum að halda þetta er fólki sem er að sinna störfunum og þá kemur minna álag á innviðina svo við byggjum upp öflugt íþróttastarf sem við tryggjum að öll börn óháð efnahag hafa aðgengi að íþrótta- og tómstundastarfi, þá hef ég engar áhyggjur af því en að innflytjendum sem er að manna störfin okkar, hjálpa okkur að skapa hér hagvöxt og uppbyggingu,
að þau aðlagast samfélaginu hratt og örugglega í gegnum íþrótta- og tómstundastarfið og þannig að það svo gríðarlega mikilvægt og það ekki þau sem setja þetta álag. Það eins og hefur komið hérna inn á að þegar að stofnanir ríkisins fóru að setja of mikið að hælisleitendum og við verðum bara þarna að sýna skýr mörk, sko. Hvaða leikreglur við viljum, hafa skýra framtíðarsýn, hvernig samfélag við viljum byggja, þar sem fólk öruggt, hefur aðgengi að þessari grunnþjónustu sem það og þá hef ég ekki áhyggjur af því hvernig sveitarfélagið þróast. Þá munum við ekki stækka hratt, innviðirnir munum stækka með og tekjurnar munu aukast. En þessi samsetning, þetta ekki bara börn, sko, þetta líka fullorðið fólk. Kallar það á einhverjar sérstakar ráðstafanir af hálfu bæjarins til þessum að reyna að auka þessa, hvað maður kallar það, samþýttingu samfélagsins? Ef það eitthvað samfélag á Íslandi sem kann að aðlagast hafa fjölbreytileika, þá það Reykjanesbær. Við höfum búin að hafa herinn náttúrulega lengi og búið vera á lengi hátt hlutfall innflytjenda. Þannig að samfélagið allt mjög þjálfað og tekur vel á móti fólkinu og ég trúi því að gegnum öflugt íþróttastarf þá sameinast bærinn og það leiðir frá börnum upp í foreldra innflytjendana og þannig myndum við stoltið og markaðssetjum bæinn fyrir fjölskyldunar. Þannig að ég trúa því og ég bara upplifað sjálfur í mínum gamla heimabæ Grindavík hvernig þetta virkaði vel. Við spurðum hér í hraðaspurningunum út í þróunarfélagi Kateko sem var komið á laggirnar 2006 í kjölfar þess að herinn hvarf á braut. Það samstarfsverkefni milli Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar og Íslenska ríkisins. Gunni, þú brást ekki mjög vel við, sagði að þetta væri bara á höndum ríkisins. Spurningin lítur ekki endilega forræðin á þessu heldur hvort að þetta verkefni sé að virka. Ég rætt við fólki í Reykjanesbæjar sem að telur að þetta stóra mikla verkefni hafa einhverju verið dragbítur og atvinnuþróun á svæðinu. Það sé ekki það að koma út úr þess á þessum langa tíma sem fólk hefði óskað? Ég vil nú ekki meina þessi dragbítur en það sem að flækir máli talsvert að við erum með 3 landeigendur í Reykjanesbæ. Það sveitarfélagið, það Íslenska ríkið og það eru landeigendur sem eru afkomendur bænda sem námu Njarðvík. Þannig að þetta skapar ringulreið við að greiða lóðarleigu, hverjum ég að borga, akkur mismunur þarna á milli, það eitt. Kateko var stofnað af þáverandi fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokksins á sínu tíma til að taka við þessu eignasafni sem að tæmdist yfir nóttu þegar herinn fór. Það búið að koma því í not. Þannig að staða núna að koma öðrum lóðum í nýtni en þú veist, auðvitað væri lang einfaldast fyrir sveitarfélög og fyrir íbúa að þetta væri bara eitt svæði Reykjanesbæjar, ég ekki að segja það. En þetta náttúrulega land sem við þurfum að kaupa tilbaka sem að myndi kosta okkur mikla fjárhæðir og eru þær best nýttar í að styrkja íþróttamálin eða fara betur í þjónustu við íbúa eða kaupa landsvæði. Þannig að þetta kannski flækjan í þessu en Kateko að þróa með okkur til að mynda svæðið í Helguvík. Við erum að markaðssetja það saman og bjóða það út. Þetta ekki einfalt en þetta var eitthvað sem hafa komið á fót 2006 og ennþá við líði. Verkefnið í Helguvík og verkefnin, þetta búin að vera hálfgerð sorgarsaga. Já. Því miður, en nú erum við að horfa til bjartari tíma. Við erum að fara að útdeila fleiri lóðum. Það komið mikill áhugi á Helguvík og það kannski skýrist líka því að svona dýrmætt land á höfuðborgarsvæðinu svona að tæmast, sérstaklega í Reykjavíkur, Höfn og víðar. Þannig að við sjáum aukinn áhuga og við erum 5 mínútur frá alþjóðaflugvelli. Við finnum alveg mikinn áhuga. Við erum í uppbyggingaverkefni fyrir NATO og svæðinu, þannig að við erum að reyna að snúa þessari möntur okkar við og við erum frábært sveitarfélag með fullt af tækifærum. Halldóra Fríða, hefur Kateko skilað því sem að þið væntuð á sínum tíma? Sko það kemur fram, þeir fengu þetta það verkefni í hendurnar að koma húsnæði í borgaraleg not og því hlutverki þeirra það liðið og þá fengu þeir nýtt hlutverk upp í hendurnar og eiga núna að reka sig sjálfir. Og mér finnst alveg koma til greina að taka þetta samtal af alvöru að þau eru núna í markaðssetningu og vilja gera vel en það eins og hér hefur komið fram varðandi land innan sveitarfélagsins okkar þá svolítið erfitt að vera með ríki í ríkinu þegar að því kemur. Við erum líka með enn eitt skipulagsvaldið
og það er Isavia. Þeir sjá allt skipulagi kringu Keflavíkurflugvöll. En varðandi land eins og sem ríkið heldur á og Katego sem stýrir í okkar sveitafélagi, að þá það ekki mjög sanngjarnt að landeigendur séu að innheimta 0,5 milljarð í lóðarleigu á ári en leggi svo ekkert til samfélagsins. Þannig að það kannski það líka sem að við viljum taka almennlegt samtal hvort það ekki eðlilegt að tekjur sem koma beint út úr okkar sveitarfélagi renni að einhverju leyti aftur til okkar af því að það svo á endanum við sem þurfum að sinna allir grunnþjónustu, við þurfum að sjá öll grænusvæðin og gatnagerð og ýmislegt fleira. Þannig að það sanngirnismál að við fáum eitthvað af þessu tilbaka. Annað sem hefur áhrif á þetta væntanlega þegar þið skoðið Helguvík, Isavia, Reitin eða þetta stóra athafnasvæði þar, það Reykjanesbrautin. Þið eruð að missa loka uppbygginguna, þar að loka hlutina frá Fitjum og upp á völl, aftar á samgönguáætlun. Og þetta hræðilegt. Þess vegna segjum við þurfum sterka pólitíska forystu til að standa vörð hagsmuni sveitafélagsins, sérstaklega gagnvart ríkinu. Það eru auðvitað fleiri hagsmuni sem þarf að gæta, en þarna þurfum við að standa öll saman og það ekki í lagi að Reykjanesbrautinni sé senkað til 2031 eins og lítur út fyrir að vera núna og svo vitum við ekkert hvað gerist í framhaldinu. Arnar, þú ekki kjöraðstöðu til þess að taka á þínu fólki í ríkisstjórninni sem skrúfurnar upp? Heldur betur, við erum búin að eiga þetta samtal og það náttúrulega alveg bagalegt eins og Halldór Fríða nefnir að Reykjanesbrautin sé sett í þennan farsa 2031. Af því við skulum átta okkur því að ef við bara bökkum hans aftur í tíman, af því að ég stundum hugsa til 2015 þegar Isavia var með sitt mastersplan á þeim tíma og sátum flottan fund með þeim og kynnt okkur öll áformin, að það sem ég þótti mjög athyglisvert á þeim fundi var það að þetta var uppbyggingin hjá þeim en það var ennþá einbreið Reykjanesbraut frá flugstöðinni að Fitjum. Þannig að þetta akkurat það sem við þurfum svolítið að skoða og ýta á ríkisvaldið í að klára þetta málefni fyrir okkur af því að þetta náttúrulega fyrsti kaflinn sem erlendi ferðamenn keyra og við finnum það bara háana tíma hjá okkur að fara þarna á milli tekur rosa mikinn tíma. En hefði ríkisvaldið með þessa miklu hagsmuni undir í Katego og í forsvari þar ekki átt að líta til þess við þessa ákvörðun að færa þetta aftar á Klárlega, við slum alveg horfa á það þannig og við munum ýta á ríkisvaldið í að standa í lappirnar þegar kemur á þessu máli af því að þarna náttúrulega hafa verið slys, þetta er erfiðu kafli, svona bara horfa á það þannig og ég held líka bara að hann sé farin að aftara þróun Keflavíkurflugvallar líka til framtíðar af því að við þurfum að taka skrefið, klára þetta, gera það vel þannig að við getum hort fram á veginn þegar kemur þarna. Ég meina Isavia var nú með ráðagerður að helmingur Íslendinga inni á vellinum en samt sem áður þetta í þessu uppnámi að þið verðist. Vilhjálmur, þessu var slengt á gamla fjármálaráðherrann þinn sem við vitum hver er og var. Þetta verkefni, hvernig horfið það við ykkur? Finnst ykkur þetta hafa skilað tilætluðum árangri með það þegar maður horfir yfir áskýrslurnar, verkefnin og svo framtíðarplönu? Já, sko, ég bara fagna því hvað fyrir fjármálaráðherrann tók erindi mínu vel þegar við breyttum hlutverki Katego á sínu tíma því að fyrst því ég kom að þessu sem þingmaður, þá var hvert sveitarfélag fyrir sig að hugsa bara sitt svæði. Isavia var bara innan flugvallagirðinganna og svo Katego sér á sínu svæði. Og þannig að við breyttum þannig að sveitarfélögum fengu að koma meira að stjórn Katego sem var til þessi þróun og áætlun allt sem var bara vel, þar sem þó búið að nýta fjármuni ríkisins til þess að markaðssetja og þróa svæðið. En það sem ég kannski að gagnrýna við stöðuna eins og hún í dag, að það að þetta alltaf út allt. Þannig að ég eitti einni þorláksmessu og aðfangadagmótni í það að reyna að bjarga það að DHL myndi ekki flytja á svæðinu, af því þeir fá ekki lóð og eru ekki ennþá búin að fá hana. Og þetta náttúrulega óþolandi. Það komi fyrirtæki og vilja byggja upp okkar svæði og það veit ekki hvort það tala um Katego, Isavia eða sveitarfélagið. Þannig að það þá hlutverk mitt og ég til þess umboð að það bara að taka móti svona fólki og klára málið alla leið. Þannig að það ekki hægt að hafa þannig að sveitarfélagið stýri sumu á sínu svæði og svo sé einhver ríkis skrifstofa sem að stýri einhverju öðru og það birtist ekkert laus á lóðir á Katego inn á vefsjá Reykjanesbæjar og annað slíkt. Þú vilt stýra þessu öllu? Ég vil bara að einstaklingur sem vill koma að byggja upp, hann komi í sveitarfélagið sem með skipulagsvaldið og það liðsinni þeim alla leið til uppbyggingar.
Það jarðvegurinn sem við þurfum að búa til. Þannig hægt að leysa úr læðingi þann kraft sem í atvinnulífinu þarna núna. Þannig getum við sagt nýtt atvinnulífinu á svæði og hjálpa allir þeirri nýsköpun og frumkvöldum sem vilja koma til þess að byggja upp. Þeir hafa ekki tíma eða áhuga á því að standa í einhverju flækjustígi opinberra stofnana. Það bara gengur ekki upp og öðru séu vöxu ekki og aukum ekki tekjurnar. Rúnar, Kadeco og lokal hluti Reykjanesbrautarinnar sem að mun bíða enn. Já, þakkaði fyrir að koma með þetta til mín. Við erum eini flokkurinn með þetta á stefnuskránni að taka yfir rekstur Kadeco. Sjálfu sér... Þið viljið taka hann yfir? Já, við viljum taka yfir rekstur Kadeco. Við viljum líka vinna að því að ríkið bara skili Reykjanesbæ í lóðunum tilbaka. Þannig að þegar við förum tilbaka og horfum á þessa aðgerð sem var gerð á sínum tíma undir þegar Kadeco stofnað til að selja eigur varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli. Menn geta deilt það hvort það hafi verið mistök eða ekki mistök í dag. En eina sem gerist hjá Kadeco í dag sem gott við það að þeir fá meðgjöf frá Íslenska ríkinu að markaðssetja Reykjanesbæ eða hluta af Reykjanesbæ. Þeir eru löngu búin að selja þarna allar eignir á svæðinu. Þeir fara raunverulega með skipulagsvald á Ásbrúarsvæðinu. Alls ekki. Já, skilur, þeir hafa ákveðna stjórnir þar. Það er miklir árekstar. Já, það er miklir árekstar þeirra aðilar sem vilja byggja upp á Ásbrúarsvæðinu. Þeir fá ekki svör frá Kadeco. Kadeco að hindra á því ákveðnum hlutum. Kadeco greinilega löngu búið með sitt verkefni sem var að selja þessa eignir. Eftir situr Reykjanesbær með Ásbrúarsvæðið með sjálfu sér mjög slökum skorplögnum og öðru slíku sem eru þarna. Núna er Kadeco að vinna sem reyndar gott með meðgjöf frá Íslenska ríkinu og færa þessa 500 milljónir á ári í lóðarleigu sem þeir eru farnir að markaðssetja núna Helguvíkursvæðið. Þannig að þeir eru núna að leita þessar nýju verkefnum. Þessum peningum og þessari orku væri mun betur varið í höndunum á sambandssveitarfélagi Suðurnesja eða í Reykjanesbæ. Hvernig sem við líta á það. Þegar menn eru að tala það að menn eru að markaðssetja sitt okkur lagi á Suðurnesjum, að þá eigum við stofnun eða batteri sem heitir Sambandssveitarfélag á Suðurnesjum. Þar er okkur ætlað að vinna saman sveitarfélagunum á Suðurnesjum og það er bara sjálfsagt mála að Reykjanesbær fari með sínar lóðir og sínar tekjur og sín markaðsmál. Segjum mér við heyrum það að menn líta á Kadeco kannski mismunandi augum, en þetta er eigi síður 500 kíló górilla sem að eigi einhvern veginn erfitt með að komast í kringum. Sömuleiðis, þið töluðu hér upp af það þyrfti að gera eitt og annað til þess að gera atvinnulífi fjölbreytilegra. Þið eru þarna ákaflega háð vellinum og hvað í sig að við að kanna þetta í huga að gera þar eða ekki og hver nýtur velvildar og náðar í dag og hver á morgun. Hvernig ætlið þið að nálgast það að gera atvinnulífi í raun og veru fjölbreytilegra þannig að þið sé ekki háð áfram svona stórum postum sem það hafið ekkert verið að segja? Þetta er vissu bara ákveðið svona rými sem að þetta er að hamla þróuninu annars slíkt og takist að greiða úr því að þá getur orðið mikil og hröð uppbygging þar og súsum í gagnaverin að byggjast upp á þessu svæði og eru alveg með ótrúlega stærðir. En það sem ég held að við þurfum líka bara að fókusa á og getum gert hvað hraðast, að það er bæði hjálpa ungum frumkvöðlum og litlum og meðalstórum fyrirtækjum að vaxa og ekki síst það með að fá ferðamennina inn í bæinn. Það er til dæmis sagt með að fjölga bílastæðum bara við miðbæinn við Hafnargötuna fyrir neðan annað til þess að rúturnar og ferðamenninni geta komið þangað og við þurfum að hafa skýra leið fyrir ferðamennina til þess að koma að heimsækja inn í bænum sjálfum og þá fáum við aukna atvinnustarfsemi og aukna þjónustu fyrir okkur íbúana og líka erum við þá komið með skýra ástæði fyrir skemmtiferðaskipin til að leggja höfn hjá okkur en við fáum fjölbreyttari ferðamenn inn í bæinn okkar og þannig að og líka bara öll þjónustan kringum þetta að við erum líka með land eins og á Helguvíkursvæðinu og annað þar sem við þurfum að vera liðlega í að minnka lóðir að breyta hvernig byggingareitur og annað til þess að fyrirtækin okkar vilji stækka þar og þróast og þá þurfum við líka að vera tilbúið með götunar og veitukerfið til þess að vera til útlutunar. Þannig að við getum alveg stækkað þó að ríkisfyrirtækin ætli eitthvað að vera að hyggsta. En Arnar Páll, þú myndist nú að frumkvöla hérna áðan. Rekkur það til? Já, við höfum lagt til í okkar stefnum viljum við markaðssetja Reykjanesbæ enn meira. Við skulum alveg hugsa þannig að það er markaðssetning í gangi annars vegar á vegum Samband sveitarfélaga Suðurnesja og markaðsstofu Reykjanes.
Við viljum markasetja hann betur af því að það uppbygging framundan til að mynda í Keflavíkurhöfn. Núna hún að fara og verður ferðaþjónustuhöfn meðan allur iðnaður fer inn í Njarðvíkurhöfn. Þarna skapast tækifæri og líka sem við verðum svolítið að hugsa að það þessi snerting innan stjórnsýslunar þegar aðilar koma með hugmynd. Af því að við slum ekki gleyma því að sá tími sem viðkomandi einstaklingur að bíða eftir að hugmyndin sín fái áheyrn, fái lóð, fái leyfi og þess og þar, að það eru peningar sem við getum nýtt í annað. Þannig að við leggjum til eina snertingu innan stjórnsýslunar og að þú hafi bara þinn tengilið þarna inni. Og við þurfum eins og hefur komið fram hérna áður að skoða lóðarleigurnar í Reykjanesbæ. Þetta Villta vestrið og það hefur líka áhrif á fyrirtæki sem hingað til okkar vilja koma. Þetta flækjustig. Þetta þurfum við að skoða framtíðar og við viljum leggja til ákveðin sjóð þar sem við myndum vera að við erum með 13% hlutfall núna inn í Landeigandafélaginu að við myndum vilja auka þann hluta til þess að geta betur komið til móts við þennan hóp sem til okkar vill koma og hafa það meiri regluverk á lóðarleigu í Reykjanesbæ. Það hefur áhrif á fyrirtæki sem til okkar vilja koma. Má aðeins bregðast við þessu? Já, sjálfsögðu. Takk. Mér finnst kannski til þess að leiðrétta það því að það kom hér fram að Katego væri að fá 500 milljónir, það ekki þannig. Það bara 500 milljónir í heildina sem að landeigendur að fá. Þannig að Katego auðvitað bara að fá brota því og okkar samstarf Katego hefur ekki verið slæmt. Það búið að vera fínt samstarf, þetta snýst bara það hvenær hlutverk hvenær því lokið. En varðandi atvinnuuppbyggingu að þá erum við sannarlega með mörg hundruð störf í burðarleiðinum. Og það bara eins og við vitum sem hér stöndum að það mjög viðkvæmt þegar við erum að klára samninga við aðila. Við erum með frábæra aðstöðu í Helguvík og við erum þar á lokametrunum með stór fyrirtæki. Við erum líka byggja upp auðvitað gagnaver. Við erum í landeldi, það að rísa eitt stærsta landeldi út á Reykjanesi, það sem Vegagerðin það líka koma með fjármagn til að laga Nesveginn til þess að því að þar muni fara miklu flutningar af ferskvöru sem á að fara beint í flug út í heim. Þannig að það liggur á því. En síðan erum við að byggja upp alveg ótrúlega mikið af nýsköpunarfyrirtækjum, fyrirtæki sem í grænum iðnaði og þessu öllu fylgir að við þurfum að mennta fólkið okkar til þess að það geti unnið í þessum störfum. Og þannig erum við núna við höfum hafið þá vegferð að ræða við menntastofnanir á svæðinu, bæði grunnskóla þar sem við erum með úlingastig sem getur valið sér ákveðnar greinar. Við erum í virku samtali við framhaldsskólan sem að setja til dæmis gagnaversbraut af stað og síðan erum við líka að fá núna Háskóla Íslands sem að koma inn í rekstur Keilis og þar sé ég til dæmis bara mikil tækifæri að við stofnum menntasetu þannig að við séum að mennta fólkið okkar sem eru íbúar sveitafélagsins sem mun svo vinna þessi störf þannig að við séum ekki að fara að greiða einhverju sem að keyra af höfuðborgarsvæðinu með fullri virðingu fyrir þeim að við séum ekki endilega að greiða fyrir svona betur launustörf til einhver sem býr ekki í sveitafélaginu af því að þannig hefur það verið mjög lengi. Þannig að ég held við þurfum að passa upp á það að þetta haldist allt í hendur. Við erum að vinna eftir atvinnustefnu, við erum komin með atvinnuramma fyrir Suðurnesin í heild sinni, þannig að við erum komin með áætlanir og nú þurfum við bara að tryggja að við hlaupum að stað með þær og látum það vinna fyrir okkur. Ægar í boltanum? Já. Já, sko, að við erum að ræða þetta Katego og lóðamál og annað slíkt. Það náttúrulega alveg ljóst að á sínu tíma þegar herinn fer, að þá Katego sett á laggirnar til þess að selja eigur ríkisins á vellinu og koma þá með einhverjar nýsköpunar hugmyndir hvað þetta gera það líka. Því hlutverki raunverulega löngu lokið. Það hefði verið rétt því að ríki raunverulega fekk allar tekjurnar af sölu fasteigna á Ásbrúarsvæðinu, skilaði sáralitlu til Reykjanesbæjar. Eftir situm við með alla innviðina og þeir fá lóðarleiguna og svo fóðu meðgjöf Katego frá ríkinu til þess að reka sig pluss það að þeir eru með milljarð sem þeir sitja á EIF inn á bankareikningum sínum og taka vexti á því. Þetta eru allt peningar sem hefur getað nýst vel í Reykjanesbæ og það alveg rétt að það miklu betra að allir vinni saman einni markaðsuppbyggingu heldur en hver í sínu þóttni. Þannig að við meðum ekki heldur gleyma því að þegar herinn fer að þá var ákvæmt eins og Halldóra Fríða segir hérna, hún að tala um að fara að byggja upp atvinnulíf nám hjá Keili, að þá var stofnaður Keilir, miðstöð vísindafræði og atvinnulífs. Ríkið lét Keili hafa 150 milljónir sem þeir notuðu til þess að
endurbyggja og laga húsnæði sem eru í dag, sem Ráðhúsið notað í dag, og það eina meðgjöfin sem Keilir fekk til þess að byggja upp menntastofnun fyrir svæðið. Á meðan Katugó búið að fá með minni rétt 300 milljónir á ári til þess að reka sig, eða hafa það allavega. En Keilir hefur sjálfur sér fjarað svolítið út og dáið nánast drottni sínum, lítil starfsemi eftir það í dag. Þannig að þarna mistu menn raunlega af tækifærinu sem var lagt á stað með í upphafi árið 2007, þegar herinn að fara. Þannig að núna erum við með Katugó sem að vinna markaðssetningu í Helguvík og Höfn. Við erum með Reykjanesbæ sem vill líka vera að vinna markaðssetningu og sölu lóða. Það segir sér alveg sjálft að það einfaldast að við séum með eitt öflugt batteri sem Reykjanesbær sem stýrir þessu. Og auðvitað það einkaaðilarnir sem eiga síðan að koma með frumkvöðlastarfið og við erum að styðja við það að það geti gerst. Aðeins koma inn á þetta út af því að við erum vissulega því og það samstarfshópur Katugó og sveitafélagana sem að markaðssetja Helguvík. Svo það komið fram. Varðandi atvinnumálin sérstaklega út af því að hér taliði að við þurfum að þróa atvinnuvegi til þess að við séum ekki einsleitur ferðamannabær sem við vissulega erum. En við hefum líka sagt það við Landhelgisgæsluna að við viljum bjóða hana velkomna í Njarðvíkurhöfn. Við hefum alltaf brunst að bera þar til þess að þeir eiga heimihöfn hjá okkur. Við erum með verkefni í öllum okkar höfnum. Við erum vissulega að leggja okkur fram við að laða að tækifæri fyrir fyrirtæki en okkur vantar húsnæði. Nú erum við að sjá það að fyrirtæki eru að koma til okkar með stóran hópa fólki sem ætlar að vinna og þau finna ekki húsnæði fyrir þetta fólk, þannig að það er að fara annað. Þannig að það eitthvað sem við þurfum líka að bregðast við, því hér er bara að tala sérbýli, að fyrirtæki eru að leita að húsnæði fyrir sitt starfsfólk og finnur það ekki hjá okkur. Þannig að þetta eitthvað sem ef við ætlum að efla fyrirtæki á svæðinu, þá þurfum við að bregðast við þessu. Það eru mörg tækifæri greinilega í tengslum við þetta. Við viljum að fyrirtækin hafi samt þau fyrirtæki sem með hærri launuðu störfum, það fólk flytji til okkar og þá verðum við að hafa sérbýli og góða grunnþjónustu, leika grunnskóla til þess að þau komi. Við ætlum að skella okkur hér í örstutt auglýsingalí. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 og í öllum verslunum Bíkó. Bílrúður, bílrúðuskipti og bílrúðu viðgerðir. Við hjá Poulsen skiptum eða gerum við framrúðuna fyrir þig. Bókað tíma hjá poulsen.is. Þetta eru 2 farsímar, netið, ótrúlega mikið af sjónvarpsþáttum og barnaefni Þú getur meira með símanum. Velkomin aftur í oddvita kappræður Morgunblaðsins og MBL í sviðinu hér með oddvitum í Reykjanesbæ. Og ég ætla að venda hvað okkar svolítið í kross, vegna sem við erum búin að vera að tala hérna alveg rosalega, jafnvel mjög smá en líka risastór innan bæjarmál. En það að sumir hafa kvartað undan því að því að það er búið að svona nánast boða til annarra kosninga í sumar. Að það sé einhvern veginn að trufla þessa kosningabaráttu. Og síðan náttúrulega mætti svo sem segja að ef allt gengur upp hjá ríkisstjórninni þá getur það nú verið bara á næsta kjörtímabili að þá verðið þið komin inn í ESB og þá þurfa sveitarfélögin náttúrulega að taka tillit til þess líka. En er ekki rétt að byrja hér hjá Viðreisnarmönnunum að hefur þetta truflað þig? Nei, alls ekki. Við lítum bara á þetta bara sem ákveðna lýðræðisveislu eins og þetta er. Við erum að fá kosningarnar 29. ágúst, við erum 16. maí. Ef þingið lofar. Ef þingið lofar. Þannig að þetta er bara lýðræðisveisla og við lítum á þetta líka varðandi þessar kosningar þarna í ágúst. Við höfum talað fyrir því á auknu samráði innan Reykjanesbæjar. Við lítum á þessar kosningar líka sem samráð við hinn almenna kjósanda. Þarna fara kjósandinn að ákveða, viljum við skoða eða viljum við ekki. Þannig að þú getur sagt tvisasinnum nei, sem ákveðið bara eins og maður segir, sem ákveðið vald sem einstaklingurinn hefur. Þannig að alls ekki, þetta ekki trufla okkur, það er bara gaman að taka spjalli við bara kjósandan í Reykjanesbæ. Guðni Birna, þessi málefni. Er samhljómur á milli ykkar svona eins og á landsmálasviðinu? Já, við erum alveg góðið samstarfi.
Hefði ég viljað að þetta kæmi aðeins seinna? Já, mér fannst allavega fyrst þegar þetta kom inn í þingið að það var mikill spenningur, hvað þetta þýddi, hvað þetta snerist, þannig að það hefði, ef ég hefði fengið að ráða þessu þá þetta komið síðar í haust, en ég held að þetta hafi ekki bein áhrif á kosningaþátttöku okkar. Verkefni okkar í Reykjanesbæ eins og það hefur verið allt kjörtímabilið, hvernig fáum við fólk til að mæta á kjörstað og kjósa, þannig að það er svona, við erum búin að vera að tala það upp. Og þetta bara önnur spennandi kosning fyrir íbúa að taka þátt í, þannig að við vonum bara að sem flesti mætu að taka þátt í báðu. En mér finnst svona umtalið svona aðeins vera að fara að róast og meira vera að tala hver er að fara að stýra sveitarfélögunum, en svo verður náttúrulega bara allt á flug í sumar. Við vitum hvað þú ætlar að kjósa 16. maí, en hvað ætlar að gera 29. ágúst? Ég ætla að segja já. Ég ætla að sjá hvað við erum að tala Við náttúrulega sáum 27 samninga 35 síðast, og síðan liðin allir þessi tími frá 2013, þannig að ég er ekki endilega að segja já við ESB eða nei, ég vil bara sjá hvað við fáum út úr þessu sem þjóð og ég vil að íbúar Íslands fá að ráða því. Algjörlega sammála því, mér líka. Vilhjálmur. Eru þið óákveðin í alvöru með hvort þið ætlið að segja já við Evrópusambandinu ef að þeirri kosningu skyldi koma, því að báðir flokkar ykkar eru með það á stefnuskránni og hafa verið með óra lengi. Já, það eru margir það eru margir náttúrulega innan okkar raða og ég er einn af þeim innan míns flokks að ég ætla að sjá hvað við fáum. Mér finnst ég ekki geta tekið upplýsta ákvörðun annars vegar hjá þeim sem eru með eða móti. Ég ætla að sjá hvað við fáum þannig ég get tekið upplýsta ákvörðun framhaldið. Flokkurinn hafði enga slíka fyrirvara þegar hann setti þetta í stefnuskrá og var stofnaður og Samfylkingin gerði þetta fyrir 25 árum eða meira. Engin fyrir að vera þá að þurfti að skoða þetta eitthvað betur. En ef við skoðum líka aðeins söguna, árið 2009 þá var núverandi formar okkar, þáverandi varaformar Sjálfstæðisflokksins, þá var hún með tillögu ásamt þáverandi formanni Sjálfstæðisflokksins að fara í þessa tvöföldu þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er akkurat það sem við viljum gera. Að taka upp stefnu Sjálfstæðisflokksins? Nei, við erum bara að segja að ef við skoðum söguna að það hefur ekkert breyst hjá okkur þarna. Það er það sem er. Já, búið að koma mér óvart hvað þetta er komið lítið á dagskrá og þetta er það mesta sem ég hef rætt þetta í þessu mánuði. Þannig að þetta er eiginlega ekkert að koma upp og ég þakka því náttúrulega bara hversu skýra og öfluga stefnuskrá við erum með og þau mál sem við hefum náð að setja á dagskrá í kosningabaráttunni eru málin sem að bæjarbúar að hugsa Eina sem hefur kannski tengst þinginu og það sem er að gerast á þinginu hjá okkur er náttúrulega bara þessi umræða hælisleitendur og útlendingamál. En Evrópukosningin eða ESB-kosningin, hún hefur bara lítið sem ekkert komið á dagskrá, þó ég hafi búist við öðru og er ég bara ánægður með það. Við erum bara einbeitt okkur að því að gera Reykjanesbæ betri. Hvað ætlar að gera 29. ágúst? Það er alveg augljóst að ég segi nei þar, en það höfum við nóg annað við tíman og fjármunina sem þetta kostar og við vitum hver niðurstaðan er og við vitum líka að með aðstæður á Íslandi eyja sem er ekki með svona skýr landamæri eins og ESB er mikið byggt upp á með eina bestu mælikvarða alla sem viljum bera ykkur saman við og þá tel ég þetta bara vera peningasóun og tímasóun. Rúnar, mun þú koma okkur óvart hér? Nei, ég mun ekki gera það. Ég ætla að teka undir með Vilhjálmi að stefnuskráin okkar er mjög skýr. Þetta er það mesta sem ég hef rætt þessa umsókn. Sjálfu sér hefur þessi umsókn, kosningarna 29. ágúst, líklega að koma sér verst fyrir Viðreisn og Samfylkinguna í þessari baráttu. Við höfum heimsótt bæjarbúa og fyrirtæki og verið að kynna okkar stefnu og fara yfir þau mál og þar hefur við fundið mikinn meðbyr með okkur og okkar málefnum og aftur á móti höfum við líka fengið alveg púlsinn á því hvað fólki finnst stefnu ríkisstjórnarinnar í ESB-málum. En við þurfum ekki sérstaklega að spyrja þig út í það hvað þú gerir þetta. Mátt að spyrja mér, Við spörum okkur þann tíma. Halldóra? Já, mér fannst ekkert sérstaklega skynsamlegt af ríkisstjórninni að setja þetta á dagskrá til þess að það hefði áhrif eða myndi trufla sveitarstjórnarkosningarnar. Af því að mér fannst þetta er svona óþarfa viðbótar áreiti sem við höfum alveg getað sleppt. Við í Framsókn, við höfum alveg verið skýr með það að við teljum hagsmunum okkar Íslendinga betur borgi utan Evrópusambandsins
og ég tel enga þörf á að kíkja í pakkan sjálf persónulega af því að við vitum alveg hvað í þessum pakka. Það eru kannski einhverjar ívilnanir sem eru tímabundnar en síðan fara allir inn í ákveðin farfi og við finnum það bara. Við höfum verið að innleiða hér reglugerðir frá Evrópusambandinu sem eru oft gullhúðaðar og valda okkur erfiðleikum í svona hjá lítilli þjóð og ég held að við munum ekki hafa stóra rödd inn í Evrópusambandinu þegar að ef að til þess kæmi að við færum það inn. Þannig að ég mun ekki kjósa með. Þú vilt ekki sæti við borðið? Já, sko, myndum við fá sæti við borðið eða einhver annar sem talar þar fyrir okkur? Það fáum við mögulega að sjá í ágúst eða í kjölfarið. Nú ætlum við enn á ný að venda hvað okkur kross gefi ykkur tækifæri til þess að krossbyrja, þar að segja hvern og einn frambjóðanda, hver frambjóðandi fær tækifæri til að spurja einn annan frambjóðanda spurningar að eigin vali og Vilhjálmur, við viljum byrja á þér. Já, ég myndi þá vilja fá að spyrja Arnar hjá Viðreisn að því að við hefum mikið rætt húsnæðismálin og þessi skipulagsmál það sem mest rætt í þessari kosningabaráttu og við erum með skýrar kannanir vilja fólksins og þar af meðal vilja markaðarins að 80% af íbúum Suðurnesja vilja búa í einhvers konar sérbýli og því langar mér að spyrja Arnar hvort að það sé þá ekki stefnan sem þurfum að taka að fjölga sérbýlislóðunum ef við viljum láta markaðinn ráða. Við höfum alltaf vilja láta markaðinn ráða för og ef við hugsum líka sérstöðu Reykjanesbæjar eins og staðan núna þá erum við 43% af sérbýlum í Reykjanesbæ. Þú ert væntanlega að vísa til skipulagi sem við erum með sem núverandi meirihluti með á deilingin í dag. Þar gerir ráð fyrir að eftir 10 ár verði 33% hlutfall í sérbýlum. Við erum ennþá, Vilhjálmur, með sérstöðuna. Ef við skoðum til dæmis líka sveitarfélögin í kringum okkur, þar eru við cirka 20-15%. Þannig við erum ennþá með fjölbreyttan markað þrátt fyrir þetta, en gleymum því ekki að þessi áætlun, hún tekur breytingum á hverju ári. Þegar við komumst til valda, það má vel vera að við förum þarna inn og breytum til. En við viljum eins og við segjum, við höfum alltaf sagt, við viljum að marka ráði för, þannig að við tökum móti þeim einstaklingum sem til Reykjanesbæjar vilja flytja og byggja upp þetta frábæra samfélag sem við höfum þar. Þannig að maður fara úr 44 í 33 þegar að viljinn 80. Við skulum bara horfa á það þannig að við viljum hafa fjölbreyttan markað þegar við erum að taka sérbýlinn svona upp. Hvað ef að segja við einstaklingana sem vilja koma til okkar sem ekki með þessar tekjur sem þið eru að tala að við vitum að sérbýlinn kostar meira en fjölbýlinn. Við viljum taka móti því fólki sem koma til okkar og það gerum við með því að hafa fjölbreyttan markað óháð því hvort það séu sérbýli séu 33% eða þess áttar. Aukið framboð sérbýlislóðum tryggir hagkvæmari þannig að fleiri eigi óhagefna tækifæri sérbýli. Ekki óhagefna hag. Fleiri óhag, segði ég. Rúnar, núna ætlum við að fá þig til að varpa hann spurningu í einhverju átt. Já, þakka fyrir. Hvert henni beint? Kæra Halldóra. Já. Heyrðu, það sem þú formaður bæjarráðs, þegar veltu hlutfall ársreikningsins 0,53, þá gefur það auga leið að afborganir lána verði ekki teknar beint úr rekstri sveitarfélagsins. Spurningin er eiginlega tvíþætt. Ætlar þú að nota sölu eigna og arðgreiðslna til þess að borga afborganir og vexti og hvernig mun það líta út árið 2027? Við erum náttúrulega, ég hef fengið þessa spurningu áður og við vitum það að þó að eignir séu auglýsta til sölu þá er ekki víst að það séu selda þannig að það væri ekki skynsamlegt að fara að ráðstafa því fjármagni sem mögulega kemur út úr sölu í eitthvað ákveðið. Þannig að það verður bara að skoða ef til þess kemur. Og varðandi ársreikningin sem er hér sífellt til umræðu að þá er reksturinn stöðugur. Við erum að skila hér afgangi og höfum gert það marga milljarða á síðustu árum. 11 milljarða í bæjarsjóði og yfir 20 milljarða í samstæðunni. Og það sem skiptir mestu máli er að þó að skuldir hafi aukist 100.000 krónur per íbúa á síðustu árum, þá hafa eignir aukist úr 2,6 milljónum í 3,3. Af því að það sem við höfum verið að taka lánu, ég fór yfir það áðan, við höfum tekið 6 milljarða láni fyrir alls 23 milljarða króna framkvæmdir, 6 milljarðar að láni, að þá erum við að eignfæra þessar fjárfestingar inn í reikningin okkar, inn í bókhaldi.
Þannig að En það náttúrulega segir sig alveg sjálft að veltuhjólshlutfallið og endurskoðandi Reykjanesbæjar bendir sérstaklega á það í ársreikningnum. Akkurat, Að sannarlega. það 0,50. Ég segi þýðir það svona í loka ársreikningu í þessi október, nóvember að þá á Reykjanesbæjar samkvæmt tekjum ekki fyrir afborgunum lána og vaxta. Bara alls ekki. Já, ok. Bara alls ekki. Við erum búin að framkvæma fyrir 10 milljarða núna bara á síðustu 2 árum. Hvernig lítur áætlun út fyrir árið 2027? Þú getur séð það sjálfur inn í fjárhagsáætlun sveitafélagsins til 2029 sem er opið gagnin á sveitafélaginu. Þannig að reksturinn bara í góðu standi, við erum að skila góðri afkomu, við erum að halda áfram hérna með gott bú til þess að keyra hérna inn í framtíðina í uppbyggingu eftir óráð fyrir tíma. Það er alveg samt ljóst að þið munu þurfa að greiða afborgunar vexti með annarkvort lántöku eða sölu eigna. Annar lántöku eða sölu eigna. Jú, það lítur nákvæmlega þannig út í reikningum. Það fer ekki fram hjá því. Þannig að það verður ekki hægt að borga afborgunar og vexti. Að sjálfsögðu tryggjum við það að við séum með fjármagn til þess að greiða afborganir. Við erum með samþykki fyrir því, við höfum ekki sótt allar lánalínur einu sinni sem að sveitafélagið hefur fengið. Það er akkurat það sem ég segja. Þið eru þá að fara að taka ný lán til þess að borga afborganir og rekstur. Það erum við ekki að gera. Það kemur í ljós og þið hitt í okkur þegar það gerir það. Það mun ekki gerast. Já, vonandi ekki. Nú er komið að þér að spyrja. Já, frábært. Heyrðu, mér langar að spyrja Vilhjálm og kannski bara spyrja þig þegar þú talar alltaf um blokkastefnu meirihlutans, ertu að tala um húsnæðisáætlun HMS? Já, húsnæðisáætlun. Er þetta blokkastefna meirihluta? Ég er að tala um húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar. Já, út af því að þú segir alltaf blokkastefna meirihlutans. En þetta plagg frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem öll sveitafélög fyll út árlega, þannig að bara það... Sveitafélögin fyll út, einmitt. Já, það sem ég segi. Já. Bara þannig að það komast að reynt. En mér langar að spyrja þig, Vilhjálmur, er þér það illa við fjölbýli að ef þú kemst í meirihluta, þú ætlar að afturkalla alla samninga sem er í gangi fjölbýli og það á ég við þróunarsamningum fjölbýli við Aðaltorg, ætlar að afturkalla deiliskipulag fjölbýli við Grófina, ætlar að afturkalla deiliskipulag í Hlíðahverfi sem að bygg heldur á, ætlar að sturta niður 2 ára vinnu við að skipuleggja akademíureitin, ætlar að senda verktaka heim án atvinnu í mesta atvinnuleysi á Íslandi. Er það planið? Verð til að heyra. Herru, takk fyrir þetta. Þetta er góð spurning og fínt að fá að koma þessu á hreint. En við erum ekki að fara að afturkalla neina samninga eða einhverja úthlutanir. Það er algjör ljóst. Enda tölum við um blokkastefnuna sem er til framtíðar og við erum alltaf að tala til framtíðar. Við erum ekki föst í fortíðinni eins og þið. Þið eru alveg komin 12 ára aftur í fortíðina hérna í ykkar málflutningi oft. En við erum að hugsa til framtíðar. Ég er bara að tala um HMS 2025. Og við erum að tala um það að húsnæðisstefnan sem að gera ráð fyrir 85% uppbyggingu á fjölbýli í þeim framtíðar húsnæði sem verið byggt, að það er þar sem að við viljum breyta þessari stefnu. Þú nefnir akademíureitin. Það er ekki búið útdeila neinu, þannig að já, ég ætla að sturta 2 ára vinnu þar og ný og venda það svæði þannig að það sé tilbúið fyrir samfélagsþjónustu þar sem að eins og íþróttir og tómstundir inn í okkar hjarta bæjarins og ekki að fara að láta byggja fjölbýlishús og ná bílastæði og ná götur og eins og reiturinn er skipulagður núna. Þannig að það mun þrengja að þjóðbrautinni, það mun fækka bílastæðum í miðjunni til þess að skipuleggja fjölbýlishús eins og þú sagðir áðan. Það er 2700 íbúðir skipulagðir þarna. 2000 af þeim eru þarna í nágrenni akademíureitsins. Þannig að ef það á að fara að lofa íþróttafélaginu því að það sé verið að selja byggingarétt þarna sem byggja upp íþróttamannvirki, þá mun það taka 40-50 ár miðað við það framboð núna og þeir sem eru að byggja á þessum blokkarreitum sem að þið hafi verið að útdeila núna, þeir eru að hægja á framkvæmdum, þeir eru að stoppa og eru að hægja. Og það er þeirra ákvörðun og það er út af því að markaðurinn, þannig að akademíureitnum verður breytt strax, já. En kannski bara ef ég má, skal vera mjög stutt orð. Þetta er framhald á sömu spurningu. Já, en bara út af því að þegar við miðum okkur saman við önnur sveitafélög, þá horfi ég í sambærileg sveitafélag íbúafjölda. Og þegar við skoðum hjá okkur... Er þetta ekki spurning? Þetta er spurning, já. Fjölbýli hjá okkur eru 350, Hafnarfjörður 1200, Garðabær 557. Er eitthvað óeðlilegt við það sem við erum að gera ef sambærileg sveitafélag okkar stærð er að gera nákvæmlega sama og umfram? Já, við erum öll hér á suðvesturhorninu og hinum megin á Reykjanesskaganum
sveitafélög á Suðurlandi eins og Ölfusi og svo getur hort upp á Akranes, þau eru mun minni en það fólk sem að leita sér að sérbílum og flytur frá höfuðborginni og út í kragasveitafélög eins og við erum kragasveitafélög, þannig við skulum bera okkur saman með þau. Í Ölfusi eru 20 sérbílislóðir eins og Raðhús og Parhús meðan 0 í Reykjanesbæ. Þessu þurfum að breyta, við erum með samkeppni fjölskyldufólki og það að leita sér að sérbílahagum. Þannig að ég vil bera mig saman við önnur kragasveitafélög sem að gera betur en við í að bjóða þetta fram meðan 0 rað- og parhúsalóðir til úthlutunar í Reykjanesbæ, þá það 20 sem bara hinum megin á Skaganum í Ölfusi. Þetta var spurning með bónusspurningu. Já, ég bara tek henni fagnandi. Halldóra Fríða, ætlar að koma með krókamóti bræði eitthvað Rúnari eða beinur spurningunni? Nei, ég ætla að halda áfram að spyrja út í það sama og ég hef spurt af því að ég hef bara verulegar áhyggjur af einu máli og það fer ekki saman hljóð og mynd og það stefnumál hjá Sjálfstæðisflokknum að tryggja það að ég vona að ég sé að fara rétt með og ekki kynnt með stefnuna nægilega vel en hef heyrt að þessu að ekki fleiri flóttamannasamningar og ég veit ekki alveg hvað það þýðir af því að flóttamenn eitt og umsækjendur alþjóðlega vernd hælisleitendur annað og svona þannig að mér líður stundum pínlítið eins og að séu til 2 villar það sé 1 vill á þingi og annar vill í framboði. Þú ert að tala Vilhjálm Árnason. Já, ég að tala Villa og ég verð að spyrja Villa aftur út í hælisleitendamiðstöðuna því að ég hef ekki fengið alveg nógu skýr svör af því að Villa skrifar undir þingsályktunartillögu á þingi til dæmis að flytja útlendingastofnun til Reykjanesbæjar. Þetta bara alþingsvef, þetta bara opinbert plagg og það í mínum huga ekki að losna við allt sem tengist útlendingamálum í Reykjanesbæ. Í 27. grein útlendingalaga talað móttökumiðstöð sem hluta af hælisleitendamiðstöð sem að stendur til að opna í Reykjanesbæ. Málið fast inn í nefnda því að það þolir ekki dagsljósi fyrir sveitarstjórnarkosningar. Það mun koma þaðan út. Þannig að ég vil spyrja Villa af því að þetta móttökumiðstöð opið úrræði samkvæmt greinagerð. Það bara mjög skýrt. Getur Villi sem þingmaður okkar stutt það að öll þjónusta af höfuðborgarsvæðinu í málefnum hælisleitenda flytjist í Reykjanesbæ í mitt íbúakverfi þar með talið móttökumiðstöð sem opið búsetuúrræði eða opið úrræði sem að fólk þarf svo að fara og komast í búsetu eftir með tilheyrandi álagi á innviði í Reykjanesbæ. Vilhjálmur. Já, það fljót svarað. Nei, ég get það ekki og hef aldrei gert það og minn málflutningur skýr. Halldóra Fríða segir að hér þurfi styrka forystu og hún hafi reynslu sem var að þingmaður. En ég hefði nú talið að hún myndi þá þekkja ferilinn að lögskýringargögn ekki lög. Og greinagerðin sem hún að vitna í kemur hér frá núverandi ríkisstjórn. Og ég skal hvergi hvika frá því að ég hef verið skýr það lengi og minn flokkur og við höfum lagt það lengi til og bjuggum nú til grunninn af frumvarpinu það að hér þyrfti að vera lokað búsetuúrræði fyrir þá sem að brottflutningamiðstöð. Við höfum alltaf verið skýr það til þess að takast á við hælisleitendamálin sem ég vil gera og vil vera skýr í. Það þarf að takast á við hælisleitendamálin, þess vegna þurfum við lokað brottfarúrræði. Þar höfum við alltaf verið skýr. Og ég hef stutt það hvað stendur einhverju greinagerð frá Viðreisn sem að við erum ekki einu sinni meirihluta, það getur bara ekkert tengst þeirri skoðun minn að ég vilji styðja að loka búsetuúrræði. Svo hef ég sagt það alveg skýrt, algjörlega skýrt, að ef að brottfarúrræði verður valið af stjórnvöldum, staðsetning í Reykjanesbæ, þá mun það aldrei koma til greina nema með skýrum skilyrðum. Og hver þessi skýru skilyrði? Það að það veri ekki lokað úrræði inn í íbúðahverfi, heldur í jaðri byggðar inn í iðnaðarhverfi sem næst flugvallagirðingunni, alls ekki í kringum skóla eða íbúðahverfi og það skuli vera lokað. Ekkert annað verður liðið og það eru við með okkar stefnuskrá að sýna ríkisvaldinu skýr mörk. Fyrstu 100 dagana munum við gera algjörlega ljóst að við verum ekki til viðræðu annað. Þannig að ég bara þakka fyrir þessa góða spurningu og skýra þetta. Hljóð og mynd fer ekki saman af því að í orðum
Orðum, ég er búin að segja þér. Í orðum formanns þíns Nýttu reynsluna og þekkingun á þinginu og lestu það sem að gera. En hlustaðu á formann þinn sem stígur í pont og segir að þetta frumvarp og það sem því fylgir er óbreytt frá því að hún lagði það sjálf fram og hún sagði í eigin orðum, hún segir í eigin orðum að Sjálfstæðisflokkurinn í heild sinni styður þetta frumvarp og ég sem starfandi bæjarstjóri á þeim tíma var beðin að sýna ríkinu húsnæði sem stendur til að fara með þetta inn í, sem er sannarlega inn í miðri íbúabyggð, inn í einu hverfi í okkar sveitarfélagi, nálagt grunnþjónustu og ég neitaði því. Virðulegi varaþingmaður, kynntuðu málin. Frumvarp er það sem að breytist svo í lög. Þar stendur loka búseturúrræði. Það er það sem minn formaður er búin að tala skýrt um. Einhver greinagerð, það er ekki, verður aldrei á lögum. Greinagerð verður aldrei á lögum. Þannig að greinagerðin er búin að breytast töluvert frá því frumvarpinu sem að Guðrún Hafsteinsdóttir samþykkti. Þú verður að hafa þetta hreinu áður en þetta fara að rugla hér í fólki. Ég þekki þetta mjög vel og fulltrúar ríkisins hafa komið og kynnt þetta fyrir starfsfólki og þetta er nákvæmlega þetta. Þetta er lokað, þetta er lokuð brottfararmiðstöð. Þetta er lokuð brottfararstöð sem að við sannarlega styðjum að þurfa að opna. Það verður að opna hana einhvers staðar á landinu. En þetta er líka móttökumiðstöð, þetta er líka skimunarmiðstöð og þetta eru neyðarúrræði Rauða krossins. Við munum ekki klára þetta mál hér á þessum vettvangi. Þú átt loka spurningu og einhver annar loka svar. Já, það er spurning. Mér langar að spyrja hann Rúnar, vinn minn. Í pallborðið fyrir stuttu síðan þá talaði oddviti þinn það að hann vildi skera niður í stjórnsýslunni strax 500 milljónir. Okkur í Viðreisn mjög amt fólk innan stjórnsýslunar og þann frábæra mannu sem við höfum í Reykjanesbæ. Eru þið að boða strax niðurskurð 1. júní? Nei, við ætlum ekki að fara strax með hnífinn á loft. Við ætlum náttúrulega að fara og skoða allar verklega framkvæmdir og annað slíkt, hvernig þær hafa farið mikið fram úr áætlunum. Og á sama skapi að þá þarf að raunverulega að skoða bara hvert er hlutverk Reykjanesbæjar, hvert er hlutverk starfsfólksins, er raunveruleg þörf á öllu því sem við erum að gera. Þannig að það þarf bara að fara í gegnum reksturinn á Reykjanesbæ. Ef hann hefur sagt 500 milljónir þá Hann sagði 500 milljónir strax. Það er náttúrulega, það er rosalega stórt að nefna þetta af því að við vitum það að við erum með rosalega öflugan mannuð innan Reykjanesbæjar og við vitum hvaða skilaboð þetta er að gefa okkar frábæra mannuð. Við erum ekki að fara með hnífinn á loft. Við náttúrulega þurfum að kynna okkur reksturinn. Við erum ekki búin að sitja í bæjarstjórn en við sjáum alveg hvernig báknið hefur þanist út en við þurfum að grunnþjónustu að halda og við þurfum að tryggja það að allar verklega framkvæmdir og annað slíkt sem við höfum farið í, það haldi fjárhagsáætlun. Það nú kannski það sem við þurfum að byggja á. Það svona grunnatriði. Það eru ekki verið farin en einustu framkvæmd hjá Reykjanesbæ sem við staðist fjárhagsáætlun ekki einu sinni nálægt í. En þá þurfum líka að hugsa að segja ekki strax. Það mjög gildislægt og það getur orka tímalis. Já, strax, það getur engi búið til 500 milljónir á morgun. En stjórnsýsla er ekki fjárfestingar, ég vil bara minna ykkur á það. Vigdís Hörpsdóttir bent á það í þinginu fyrir nokkrum árum að strax sé mjög teganlegt hugtak, svo að því sé haldið til haga. Flokksystir Rúnars. Já, þannig að Hildur Björnsdóttir ákvað að gera orðið strax að sínu kosningaslagari. Nú erum komið að lokum þessar ágættu og upplýsandi umræðu. Spennandi hlutir að gerast í Reykjanesbæ, í pólitíkinu og víðar. Við ætlum núna að gefa hverju ykkar eina mínútu til þess að segja kjósendum með beinum hætti af hverju þeir ættu að kjósa ykkur umfram aðra. Og Halldóra og Fríða, við byrjum hér. Já. Kæru íbúar, við í Framsókn, við finnum að þið treystið okkur. Því við höfum verið vinnusöm, aðgengileg, við hlustum og við stöndum við orðin okkar. Í samtölu síðustu vikurnar er skýrt að þið hafið trú á þeim verkefnum sem við viljum ráðast í og það er ekkert skrítið því þið komuð í það verkefni með okkur að móta þær áherslur. Þannig að þetta er okkar sameiginlegu verkefni. En við gerum þetta ekki ein og því þarf ég að nýta þetta tækifæri til að biðja þig stuðning. Við höfum reynsluna og við höfum djúpa þekkingu á starfsemi sveitarfélagsins til þess að fara í þær breytingar sem nauðsynlegar eru og þannig munum við sjá árangur saman. Og því bið ég þig að setja X við B á laugardaginn fyrir þig og fyrir framtíð Reykjanesbæjar. Rúnar, þá held ég að það sé komið að þér. Já, þakka fyrir. Kæri kjósandi í Reykjanesbæ, við hjá Miðflokknum mætum mjög ákveðinleiks í þessar kosningar. Þess vegna vitum við að Reykjanesbær getur gert mun betur heldur en hefur verið gert. Tækifæri breytinga núna. Okkar framtíð sýnir skýr. Miðflokkurinn ætlar að setja fjölskyldu og menntamál í forgang.
Við ætlum að tryggja öllum leikskólapláss frá 14 mánaða aldri. Við ætlum að bjóða foreldurum alltaf 250.000 kr. valfrjálsar heimagreiðslur. Við ætlum að tryggja það að við verðum með góða íþróttaaðstöðu bæði fyrir Keflavík og Njarðvík og við ætlum að vera svo stórir í því að við ætlum að tryggja það að það verður hægt að spila landsleiki í okkar íþróttahúsum. Knattspyrnuaðstöðu verður góð. Við ætlum að hækka hvatagreiðslur í 75.000. Við ætlum að banna öll búsetuúrræði sem snýr að hælisleitendum í Reykjanesbæ. Við ætlum að tryggja það að hælismiðstöð ef hún kemur til Reykjanesbæjar að vera lokað úrræði. Við viljum efla atvinnulíf og nýsköpun og við höfum lagt mikið upp úr því að reyna að láta Reykjanesbæ verða nýsköpunarbæinn. Við ætlum að lækka fasteignaskatta á fyrirtæki í sambandi við skuldastöðu og rekstrarafkomu. Og margt fleira. Og margt fleira. Já. Er komið mínúta? Já, það er komið mínúta. Það er stuttar þessar mínútur hjá. Vilhjálmur. 1 mínúta fyrir þig. Kæru íbúar í Reykjanesbæ. Við í Sjálfstæðisflokknum erum mjög þakklátt fyrir ykkar frábæru samtöl sem við átt við ykkur og þau hafa mótað okkar öflugu stefnuskrá sem við finnum að þið hafi tekið svo vel í. Þannig við erum tilbúin að vera skýrt val breytingar. Þannig að ykkar er valið hvort þið viljið breytingar eða hvort þið viljið meira af þau sama. Og breytingarna felast í því að þið munið strax sjá árangur í því að hér verði fjölbreyttara úrval að sérbýlislóðum og fjölbreyttari uppbyggingu. Við munum sækja kraftinn í atvinnulífi sem við höfum, svo sækja fleiri fyrirtæki til okkar með að taka opinn faðminn. Við munum vera ábyrg í því og erum ábyrg í okkar stefnuskrá með það að því betur sem okkur tekst að stækka kökuna, laga til í rekstrinum, við munum nota þann ávinning til þess að lækka álögur á heimilinni gegnum fasteignagjöld, gegnum æfingagjöld í íþróttum og styðja við íþróttirnar og uppbyggingu íþróttamannvirkja og annarra mikilvægra innviða. Þannig að við erum tilbúin að veita ykkar þjónustu, gera flottan bæ fallegri með fegurun og við munum standa með ykkur. Guðrún Birna. Takk. Kæru íbúar, sama getum við gert svo margt og við erum á góðri vegferð. Samfylkingin hefur staðið vaktina fyrir ykkur undanfarin áratug. Sá árangur sést í ábyrgum fjármálum og í uppbyggingu bæjarins okkar. Verkefni hefur ekki alltaf verið einfalt enda höfum við tekist á við áskoranir líkt á að vera á barmi gjaldþrots, atvinnuleysi, alheimsfaraldur og náttúruhamfari. Þrátt fyrir það erum við með öflugt sveitarfélag með gríðarlega spennandi framtíðarhorfur. Við erum með sterka atvinnustefnu, stór fyrirtæki eru að horfa til okkar eða þegar komin og við erum að þróa verkefni í öllum höfnunum okkar og erum að byggja upp spennandi tækifæri fyrir verslun og þjónustu. Við erum búin að samþykkja öflugt plan uppbyggingu fyrir íþróttir í okkar samfélagi því við trúum á það að það er undirstaðan okkar allra. Við munum setja öfluga velferðarþjónustu af stað og við munum einfalda og létta ykkur daglega lífið með okkar aðstoð. En Samfylkingin mun standa vaktina áfram með ykkar stuðningi því við erum hér fyrir fólkið í bænum og því bið ég ykkur að hafa trú á okkur áfram og setja X við S. Arnar Takk. Páll, gjörðu þið svo vel. Já, kæri íbúi, eins og þið sjáið þá erum við Viðreisn mætt til leiks. Við erum tilbúin að vinna fyrir ykkur og í samráði við ykkur. Þetta er framtíðin ykkar sem við erum að kjósa núna. Það er margt sem við höfum talað á síðustu vikum og við viljum byggja undir velferðin okkar. Við viljum byggja undir okkar viðkvæmasta hóp. Hann á það skilið. Við viljum taka betur utan skipulagsmálin, við viljum taka betur utan atvinnumálin og gera það í samráði við ykkur. Ykkar er valið og við biðjum því ykkar traust til þess að treysta okkur fyrir nýjum tækifærum og gefa nýrri kynslóð raunverulegt tækifæri í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Kjósum X við C á kjördag. Andrés. Þetta var alveg gríðlegt. Já, hann var innan tímamarka. Varstu ekki að vísa í það? Algjörlega, til hamingju og frábært. En við erum margs vísar þetta merkilega stóra og ört vaxandi sveitarfélag. Já, nóg er að verkefnum. Og við hlökkum á laugardaginn til þess að fylgjast með tölunum sem að munu koma upp úr kjörkossunum þar eins og í hinnum 62 sveitarfélagunum sem eru vítt og breitt úr landið. Jú, en þá er eftirleikurinn eftir, það er að finna hvort að fólk verður jafn sátt eftir kosningar eins og það er hér og nú. Það með komið ljós. En ekki. Jú, en við þökkum Arnari Páli, Guðnýju Birnu, Vilhjálmi Árnasyni, Rúnari Fossádal og Halldóru Fríðu fyrir komuna hér í dag og við óskum ykkur góðs gengis á lokasprettinum eftir Reykjanesbrautinu og beint inn í Reykjanesbæ. Takk kærlega fyrir. Og ykkur áhorfendur góðir þökkum við líka kærlega fyrir. Það eru fleiri ódýrtakapprar á leiðinni þannig að þið þurfum ekki að örvænta. Þetta er ekki búið ennþá.
og verður ekki minnastöð þar en hér. Nær hápunkti á föstudag í beinni útsendingu með oddvitum stærstu flokkana í Reykjavík. Takk með lög því. Gæti sá því. Gott að sjá okkur. Frábært spjall. Allan auðvitað okkur. Við vorum ánægð með. Við erum yfir.